Ja, Kolli, hvernig líst þér að vera komin aftur í bláu treyjuna? Bara flott. Það er náttúrulega bara alltaf gaman að vera komin hingað og spila fyrir saman þjóðina og hvað á móti Frökkum. Það er ekki verra. Það er bara geggjaður leikur og við viljum ná öllu út úr þessum leik sem hægt er að ná. Þannig að það er bara tilhlökkun. Skoraði náttúrulega í síðasta leik sem þú spilaði á móti Frökkum sem var í langan tíma, síðasti leikur sem þú spilaði fyrir landsliðið, eftir bara fyrir meiðslin. Hvernig er tilfinningin svona að þú hugsa tilbaka fyrir 3 árum, horfir á þann leik, fá að skora aftur? Já, bara frábær. Ég hef skorað núna í 2 leikjum og 3 móti og vonandi næ ég að bæta því við hérna heima á föstudaginn. Þannig að það var bara verið gaman. Þeir eru með frábært lið og eru heimsmeistararnir. Þannig að við þurfum að eiga algjöran toppleik til þess að ná í úrslit og við, við eigum góðan séns á því ef við náum okkar leiku upp sem að við erum svona, má segja, frægir fyrir að berjast og halda okkar skipulagi og ná skyndisóknum á það og vera beinskiptir. Þannig að það eru svona þessi hluti sem þurfa að falla með okkur. Þú ert búinn að skora 2 mörk í Allsvenskan, en það er bara aukaatriði. Þú ert búinn að skora 2 mörk í síðustu 2 landsleikjum. Ertu bara betri með landsliðinu heldur en félagsliðinu? Allavega hvað mörk varar þá er það þannig. Ég næ alltaf nánast að skora með landsliðinu sem er bara frábært og ég vil halda því uppi núna. En jú, mörkin koma úti, það er þannig og ég er bara að komast í betra og betra stand og alltaf að bæta við mig í hvernig leik, hlaupa tölum og metrum og mínútum og ég er búinn að spila núna 3 90 mínútna leiki, þannig að ég er í betra formi fyrst mér heldur en ég var í seinasta mánuði og í seinasta verkefni, þannig að ég er vonandi get bara sýnt það og bætt við mig hér. Og mér talar um þetta, er þetta ekki bara stöðu bæting hjá þér? Þú bara varst í svo löngu brasi að þegar þú tókst þessi ákvörðun að fara til AEK þá bara hefur þetta verið upp á því síðan? Algjörlega, þetta er búið að vera bara nákvæmlega eins og ég vildi ef ég geti valið þetta fyrirfram, hvernig það færi svona, því að það er alltaf erfitt að meta hvernig hlutinni fara og þetta hefði getað byrjað illa eða farið, ég hefði getað lent í meiðslum en þeir hafa gert þetta rétt fyrir mig og gefið mér nokkra leiki sem að ég hef bara fengið hvíld og frí og það minnkar náttúrulega möguleikana á því að meiðast. Þannig að það er búið að byggja þetta svona hægt og sígandi upp hjá mér sem að gera það verkum ég er allavega búinn að vera heill og bætt við mig hægt og sígandi í formi. Og það er svona lykillinn í þessu finnst mér sem að hefur gert mér það verkum að ég hef getað spilað hér og bætt við mig. Hvað gerir Frakkana svona ótrúlega góða? Þú veist, þótt að vanta einhverja leikmenn eins og við vitnum nú bara í viðtal sem ég tók í gær. Það geta samt stilt upp 3 byrjunarliðum sem keppa um heimsmeistaratitilinn. Ja, þeir eru náttúrulega með frábæran hóp og nokkra menn í hverja stöðu sem að er í heimsklassa. En það skiptir engu máli fyrir okkur. Við erum með líka menn sem að geta komið og hoppað inn hjá okkur sem er í góðu standi og það hefur alltaf sýnt sig að menn í svona leikjum þá hafa menn stigið upp og vonandi bara gerist það líka núna að við stígum upp og tökum góð úrslit núna. Takk fyrir, Kolli.